Já, Óskar, 5-0 sigur gegn Stjörnunni hér í dag. Hvað hefur að segja eftir leikinn? Já, bara frábær leikur frá fyrstu mínútu til síðustu. Héldum einbeitingu og gerðum hlutina vel allan tíman og við komum með orkustigi sem við þurftum að koma með strax frá byrjun og þannig að bara gríðarlega ánægður með frammistöðuna. 2-0 í hálfleik, síðan bara keyrið yfir til seinni hálfleik. Var þetta eitthvað besta frammistaða í sumar? Já, ég ætla mig alveg segja það. Þetta er svona heilstiftasta frammistaðan í sumar, ekkert endilega kannski að því við höldum núllinu en þetta voru á köflum miklir yfirburðir sem við spilum það og hefðum við átt að skora tölur fleiri mörk, þannig að já, það má alveg segja það. Haldið hreinu í fyrsta sinn, það lítur að vera bara kærkomið og jákvætt? Já, það er þetta bara jákvætt, þú veist, við erum auðvitað lið sem að spilar hátt, sækir á mörgum mönnum en auðvitað er það bara, það er mjög jákvætt, það einfaldar hlutina og þú veist, markmið er ekkert endilega í hverju leik að halda hreinu en við viljum vera betri í þessu við erum að gera, við viljum vera betri í að verjast því sem kemur á okkur og þá er kannski eitt fylgifiskur þess að við förum að halda þess oftar markinu okkur hreinu. Búin að skora núna 58 mörk í 6 leikjum, hlýtur að vera held ánægður með sóknarleikin svona heilt yfir. Já, ég er alveg ágætlega ánægður með hann, þú veist, mér finnst við geta gert miklu betur, við geta skorað miklu fleiri mörk. Við komum okkur í ótal margar stöður í dag til dæmis sem að, þú veist, þurfum að enda með markinu, þú veist, við skorum mikið það rétt en við líka, þú veist, við setjum marga menn í sóknuna og þá er gott að fá borga fyrir það. Jason Daði spilaði sinn fyrsta leik, hlýtur að vera ánægður með að fá hann inn í liðið? Já, bara frábært að fá Jason, öflugur leikmaður og frábær karakter og fellur vel inn í hópinn og sem búinn að vera einn í 5 ár, veist, ég á ekki lengri tíma og nú þarf hann bara að komast í toppform og þá verður hann gríðarlegur liðstyrkur. Framvinnur í gær, fór í annað sæti, þið vinnið í dag fyrir aftur upp í annað, Víkingur auðvitað tapaði í gær, það er spenna í þessu? Já, það er spenna, þú veist, og spenna, ég veit það ekki, þú veist, akkurat núna, þú veist, getum við voða lítið verið að hugsa það hvort að Víkingar eru með hina eða þessa fórustuna eða Framar að gera, við þurfum bara að einbeita okkur að okkur sjálfum, þú veist, nú förum við í mjög langt hlé frá deildinni, spilum næst 5. ágúst, nú sitjumst við bara og fylgjast með hinu liðanum spila en auðvitað er það þannig að þegar að Víkingur misstígur sig, og með þannig verða sem oftast, að þá þurfum við auðvitað að sjá til þess að við séum þarna og notarum okkur það, gerðu það í dag og svo verðum við bara að sjá hvernig framvindur. Gangi ykkur vel. Takk.